Jæja, þá klukkan 12 og ég býð ykkur hjartanlega velkomin í sal í fyrirlestrasal Þjóðminjasafnsins. Við erum hérna stödd í þessari hádegis fyrirlestraröð og það með sönn ánægja að bjóða hana Steinunni Kristjánsdóttur velkomna til okkar. Steinun fornleifafræðingur eins og þið sjálfsagt flest vitið. Og hún fór í þá miklu vegferð að leita á klaustrunum og skrifaði meðal annars þessa bók sem að þið hugsanlega kannist við og ég treysti mér ekki til þess að lesa því að þetta svo mikill doðrantur, þannig að ég var svo glöð að finna hana inn á Storytel. Þannig að þið sem eruð mikið á fertinni og eruð að keyra eða vilja fara í göngutúr með eitthvað gott í eyrunum, þá mæli ég með að það hægt að hlusta á þessa bók í góðum upplestri. En fyrirlestur Steinunnar fjallar klaustrin að nokkru leyti og textílana og í tilefni þess að nú að loka sýning í Horni sem að hefur staðið í Horni nokkur skeið síðan 2018 og nú á að taka hana niður bara á næstu vikum. Þannig ég hvet ykkur til þess að skoða hana í lok fyrirlestrar eða koma sérstaklega hingað til okkar að skoða sýninguna og ég ætla svo sem ekkert að orðlengja það neitt frekar, gjörðu svo vel Steinun, og ég ætla að biðja ykkur að geyma spurningar þangað til í lokin. Takk fyrir, gjörðu svo vel Steinun. Takk fyrir og takk fyrir boðið hingað og komið öll sæl og blessuð þið sem eru hérna í salnum og líka þarna úti eitthvað staðar að horfa á streymi, þetta frábær tækni. En já, ég ætla að fjalla hérna textíla og klaustrin í dag og titillinn á erindinu textílana heim, þið áttu ykkur eflaust á því að þarna ég að vísa í handritin heim og þetta nú bara gamni gert og ég held líka að það sé nú kannski ansi mikið af textílum hér heima í þessum rannsóknum mínum á klaustrunum að þá fór ég svona að taka eftir því að mér fannst ekki textílum gefið nógu mikil gaumur. Ég gerði það ekki sjálf held ég í bókinni minni Leitin á klaustrunum en hef gert það síðan en það nefnilega svona, já, og ég hef verið að bera þetta saman við handritin. Það nú búið að telja hver einustu bók í hver einasta klaustri margoft og fjalla þær. Það Árnastofnun til hér, það Árnastofnun í Kaupmannahöfn. Íslensku miðaldahandritin á heimsminjaskrá UNESCO og svona mætti lengi telja og ég ætla ekki samt að gera lítið úr handritunum vegna þess að í þessum rannsóknum mínum hef ég séð bara betur og betur hvað þetta eiginlega stórkostlegt að það hafi verið hægt að framleiða svona mörg rit hérna á miðöldum og þau voru náttúrulega ekki bara unnin í klaustrunum en svona eftir 1300 þá eru klaustrin aðal rítunarstaðirnir sennilega en svo kannast ég öll við það þegar það hafi verið einhverjir stórviðburðir að þá hefur svona eitt og eitt handrit komið heim til Íslands mest frá Kaupmannahöfn en svo já en ég ætla nú að koma að því betur og eftir en svo þegar ég fer að skoða þetta nánar að þá eru ótrúlega margar rannsóknir til á textílum og ég bara reyna átta mig á því af hverju þær virðast þessar rannsóknir og textílarnir hvers vegna þeir eru svona pínu einhvern veginn skör lærra í einhverju virðingarröð ef hún til þá við handrit og textíla og ég var að ræða við Sigríði Þorgeirsdóttur prófessor í heimspeki eitthvað þetta fyrir einhverjum örfáum árum tveimur eða svo að þá sagði hún einmitt þetta textíll texti
og það var svona kannski kveikjan að þessu að ég fór að velta fyrir mér af hverju texti á klæði minna virði en texti á bókfelli ef að það raunin að þetta sé minna virði en allavega miða við þetta. En ég hafði mitt þá hafði tekið eftir því í þessum rannsóknum mínum á klausturunum, til dæmis þegar ég fór að skoða bústofna í þeim og það eru nunnuklaustrin, þetta ekki þau, Kirkjubæjarklaustur og Reynistaðaklaustur og ég var svona að telja þetta saman, þetta var ekki endilega til að skoða eitthvað í sambandi við textilgerð, heldur að taka saman, ég tók saman reyndar allan bústofn á klausturunum og þetta miðað við máldaga sem eru aðgengilegir í fornbréfasafni og það náttúrulega ekki til máldagar frá sama ári allstaðar, þetta reyndar svo sem svipað í Skálholtsumdæmi og Hóla en þá bara, og ég var nú líka að hugsa Þingeyjarklaustur þar sem að mikil og merkileg bókagerð fór nú fram að var að velta fyrir mig nautgripa eign og þá í sambandi við kálfskinnið og það var það sem ég var svona eitthvað kannski að hugsa helst og Helgafellsklaustur sem alltaf líka mjög stór ritunarstaður að það eru yfir 100 nautgripir, þetta eru bara bú eins og bara stærstu bú í dag. En þá rak ég augun í þetta þegar ég var að gera þetta stöplarit og stundum eða súlurit að það er stundum gott að skoða samhengi þannig, þá sá ég bara hvað gríðarlega stór stofn búfjár í Kirkjubæjarklaustri. Og hann bara þetta einmitt eins og ég segi, þetta nærri 1000 fjár og bara já, eins og stærstu fjárbú nú á dögum og í Reynistaðaklaustri, hinu nunnuklaustrinu, þar líka mjög stór fjárstofn og en ég tók líka eftir í máldögum að Reynistaðaklaustur átti lambseldi í öllum Skagafirði. Sem sagt, það átti þá væntanlega rétt á ullinni og ég tengi þessa stóru fjárstofna við einmitt textílgerð eða klæðagerð og þetta líka stórt á hinum stöðunum og það nú vitað að það náttúrulega líka kindurnar var náttúrulega líka notað til manneldis og þess áttar, en það til dæmis má sjá gríðarlega aukningur reyndar Reynistaðaklaustri, þannig eftir 1408, þetta eftir svartadauða, sem að það fjölgar bústofni, en það væri fróðlegt að skoða einmitt hvort það sé lambseldi víðar heldur en bara á klausturjörðinni sjálfri. Og það í Kirkjubæjarklaustri lambseldi víðar heldur en þetta bara á klausturjörðinni sjálfri. Svo fór ég líka að taka saman, þetta var svona hvað klaustrin áttu af ýmsu, ég tók þennan bút bara út úr þessari skrá sem ég gerði, ég líka talið upp kirkjugripi og bækur auðvitað og allt þetta og þá rek ég augun í það, þarna Kirkjubæjarklaustur og Reynistaðaklaustur rauk, þetta nunnuklaustrin, að ég held að ég sé alltaf að fara út úr myndinni, ég var reyndar að læra á mjög flotta græi svona, að þá bara rek ég augun í það að til dæmis Kirkjubæjarklaustri eru 24 höklar, þetta 1397 og 22 1343 og svo 20 kantarakápur og allir þessi klæði sem eru nú ætluð prestum og nunnurnar voru ekki að nota eða gengu ekki í svona klæðum og en þið sjáðu reyndar að Þykkvabæjarklaustur þetta nú Skálholtsumdæmi, Þykkvabæjarklaustur nú efst með 30 en svo í Munkaþverárklaustri í Hólum svona með flesta en Reynistaðar með ansi marga miðað við það var kannski einn prestur og ráðsmaður kannski í þessum nunnuklaustrum og ég efast að ráðsmaður hafi endilega gengið í svona klæðum. En þið sjáu líka kantarakápur, dalmatíkur og messuklæði, það oft talað messuklæði og messuskrúða. Ég þekki ekki alveg nógu vel munina á þessu, en síðan sjáu þið bara, nú fann að leika mér mikið með þetta fín við græna, tölurnar yfir þetta eru náttúrulega alveg, bara það eru 184 höklar til dæmis þarna og einn hökull
kostaði bara á við eina jörð, einn góður hökull og kirkjuklæðin líka, þetta var bara svipa vergildi og á bók og altarisklæðin og það var eitthvað annað sem ég ætlaði að segja, já, einmitt, en ég held þá bara áfram, en þetta eru ábúðslega tölur, finnst mér og ég held að þessi höklar, kantarakápur og fleiri svona messu skrúðar sem eru fyrir kallmenn, þarna í nunnuklaustrunum sé lager sem að var til í nunnuklaustrunum sem að voru beinlínis að framleiða og líka voru með kennslu í textílfræðum. Það þurfti mikla kunnáttu náttúrulega bara líka til að vinna klæði frá grunni og eins líka að þekkingu í kirkjulegum fræðum. Og það svo áberandi, það reyndar held ég í moldaganum frá 1343 sem að einn hökullin talin upp alveg sér, því að hann svo flottur og bara sker sig úr þarna úr þessu safni hökla. Þess að fylgjast með klukkunni líka. Já, en ég þetta nú reyndar hluti eins og í bókinni minni klaustrin að ég fór að skoða líka, taka sérstaklega út hvað eiga klaustrin mikið af klæðum og þið sjáu þarna að þetta alveg ótrúlega mikið og það náttúrulega bara þessi venjulegu klæði, bara húsbúnaður, ég meina það sænguföt og þess áttar en síðan pallklæði og postulatjöld og þetta væntanlega þá skreytt með postulamyndum og það var hefði með mikið af þessum tjöldum sem að voru umhverfi, bara hús sem voru klædda innan með þessu og þið sjáið þetta geti farið yfir þetta tjöld fyrir Miklustofu, Helgafellsklaustri, ábótastofu, konventu, málstofu, góðir reflar í Framkirkju og þess áttar. Viðeyjarklaustur, 4 steintjöld, það örugglega einhver hér inni sem veit hvað það ég ekki nógu vel að mér í því, en ýmis konar klæðnaður og það sami Kirkjubæjarklaustri. Og það náttúrulega þekkt og margbúið að vísa í það þegar Vilkinn biskup kemur í Kirkjubæ í visitasíuferð sinni með 1397. Já, það ekki þarna í þessari upptal, 1397, að þá einmitt lofaði hann mjög þau klæði sem hann sá og keypti af þeim, fékk þær til að hanna klæði fyrir dómkirkjunni í Skálholti og innrætt hana alveg. En það aðeins að sýna ykkur svona mynd af þessu til dæmis Þykkvabæjarklaustur, þetta svona hugmynd mín það hvernig Þykkvabæjarklaustur getur að hafa litið út og þetta byggt á jarðsjármælingum og könnaskurðum og svo líka bara svona samanburð við önnur klaustur og þar á meðal skriðuklaustur. En þið sjáu að það tjöld, ég setti þau með svona rauðu hvernig þau hafa verið klætt flest rými eða svona þessi helgu rými meira það þessi rauðu strik þessi reflar og tjöld sem voru þar. Og það náttúrulega svipuð staða í Hólabiskupsdæmi í klaustrunum þar, að þar alveg óbóðslega mikið af klæðum og ég veit ekki hvort að ykkur hefur beinlínis tekið þetta saman af því að það náttúrulega til máldagar fyrir kirkjurnar líka. En það já, alls konar og ég var nú bara að hugsa til þess þegar kviknaði í Möruvallaklaustri og það brann til grunna 1316 að þá einmitt kviknaði í og eldur breytist út af því hann fór í reflana sem náttúrulega klæðin innan á veggjónum og í skrúðakistuna þar sem að messuskrúðin var og svo var nú mikil eftirmál af þessum bruna eins og kannski sumir þekkja og þá einmitt svona klaustri fekk 2 hökla og ýmislegt sem að var sem sagt erfitt að fá greinilega en þetta svona einhver upptalning að ég ætla ekki að fara sérstaklega yfir þetta Reynistaðaklaustri. Það að tala refla úr ull og það reyndar alls konar
talið upp og það væri líka bara fróðlegt að gera eitthvað svona könnu. Ég hef bara ekki þekkingu til þess að könnun á hvað verið að tala í klæðum þarna. Það virðist nú vera mismunandi orð notuð stundum fyrir sömu hlutina og en ég ætla nú að halda áfram. Svo kíkti ég núna bara þegar ég var að undirbúa þennan fyrirlestur, þá ákvað ég nú að var að taka þetta saman, ákvað ég nú að kíkja eins inn í fornbréfasafnið og það reyndar alveg bannað að kíkja inn í fornbréfasafnið vegna þess að þá kemst maður ekki út úr því aftur að það er svo rosalega fróðlegt að lesa og þá var ég reyndar bara að kíkja eftir hvað verið að tala klæði í kirkjunum, ekki þá klaustrunum og ég byrjaði nú bara fremst í bindi 1 og gaf svo upp einhvers staðar, þá var ég 1179, þetta áður en Kirkjubæjarklaustur stofnað, að þarna bara í hverri einustu kirkju tjöld alla kirkju, tjöld umhverfis kirkju og svo ég líka strikaði undir messuklæði, allt annað 100 vaðmála og allt tjöld alla kirkju, ég veit ekki reynda hvort þetta frasi vegna þess að mér finnst eiginlega svona allir þessi úttektir oft svona eins og séu bara einhverju staðlaform að fylla í einhvern veginn að það sama skrifað alls staðar en ég veit það ekki en hér ég bara ákvað að loka heftinu og hætta þessu, það reyndar náttúrulega skarð á Skarðströnd sker sig úr alla tíð og ég kíkti þangað, það einmitt messuklæði með pelshöklum, það ekki höklum með grenum, það eru örugglega einhver fleiri sem geta lesið þetta betur, léreftsjökull, pelskantarakápa og eitthvað fustani sem að ég þekki ekki heldur, eins og þeirri þá var ég vel að mér í þessum klæða, af silki sem nú sennilega flauel, Bjarnarfeldur reyndar svo tjöld umhverfis kirkju, steinklæði hér og en þetta þarna við komin á 13. öld. En eins og ég segi, það bara hægt að opna fornbréfasafnið og lesa yfir þessi máldaga kirkjuna. Það virðist vera að allar kirkjur hafa verið klæddar að innan. Það oft svona einhvern veginn, við sjáum fyrir okkur kirkjur, bara svona moldarveggi og eins skálana og ég held að það sé svolítið svona almennt viðurkennt eitthvað eða talið og kannski bestu bæir eða kirkjur kannski þyljaðra innan en að vera klæddir með tjöldum. Ég finnst ekki að tala mikið það en ég veit að Elsa Guðjónsson sem vann nú lengi við Þjóðminjasafnið og var okkar helsti textílsérfræðingur og mér skilst að bók sem að hún handrita bók sem hún skildi eftir sig eftir hún lést að hún komi út núna á þessu ári og það verður alveg ótrúlega fengur að fá hana út en hún sagði einmitt að það hefði allar kirkjur verið klæddara innan og jafnvel bæjarhús líka og það náttúrulega spurning hvaðan þessi klæðöll komu en það til dæmis norskar rannsóknir á húsakynnum í Noregi þær hafa bent til að það hafi öll hús þar verið klæddað innan með klæðum fram að siðaskiptum að það svona eftir siðaskiptin sem að það fer að vera meira timbur inni í að kirkjur eru klæddar innan timbri en það var ekki á miðöldum og ég var nú að kíkja á máldaga eða úttekt frá Þingeyrum 1704 og það ekki minnst á nein tjöld en það í öllum fyrir en þetta eitt af það sem maður mætti nú skoða en það var nú þannig að kirkjur þurftu að eiga kirkjuleg rit rétt eins og kirkjuleg klæði og það þá altarisklæði, altarisdúka, altarisbrúnir og kóparálhús og klúta og hökla og annað messuskrúða og það var þannig að Benediktínaklaustrin og bara samkvæmt reglu Benediktína þá áttu þau að sjá nálægum kirkjum fyrir þessum varningi og það virðist vera einmitt að það hafi verið gert hér og þessi kirkjuklæði sem eru til varðveitt einmitt þá eftir má rekja til klaustrana, nunnuklaustrana og en þau tilheyra samt kirkjum í nágrenninu þannig að það virðist vera að þau hafi beinlínis útvegað þeim
klæði og þannig var það með bækurnar, en það var verið að framleiða miklu meira heldur en bara kirkjuklæði. Það líka verið að framleiða annars konar klæði og líka annars konar bækur, ekki bara kirkjuleg rit. Og í Þingaraklaustri var til dæmis bara, það var verið að skrifa alls konar sögur, þannig að þetta sem að konungasögurnar voru skrifað þar, en það líka íslensku riddarasögurnar frá 14. öld, þær eru sumar þaðan. Og það nú svolítið gaman að segja frá því að það einmitt, það var til líka teiknibók í Þingaraklaustri sem margir þekkja, að þetta svona módel, svona, já, bók það hvernig átt að teikna hvern dýrling og það virðist vera, hún hafi verið notuð sem fyrirmynd í Reynistaðaklaustri sem nákvæmlega klaustur. Og þannig kemur þetta sem ég var að segja með Elsu Guðjónsson, að hún segir, þetta skálitra þegar að vitni hana, þótti við hæfa að tjalda kirkjur að innan, líkt og gert þar víveruhús. Og það kölluð tjöld, reflar og borðar og brúnir. Og já, og þetta einmitt þetta, bara gerð góðs refils eða bókar, krafðist ekki bara verkkunnáttu að búa til klæðið, eins og ég sagði áðan, heldur að það þessi akademíska þekking sem þarf til þess að geta komið frá sér verkinu. Og ég ætla aðeins að fara yfir sum þarna á eftir, vegna þess að ég komst nú að því að það nú búið að gera ansi miklar rannsóknir á þessu í raun og veru. Og þarna einmitt þessi bóklega þekking sem var í klaustrunum, unga klaustrunum og nunnu klaustrunum, og einmitt þetta sem ég er búin að segja hvað þetta voru verðmætir gripir, hvað sem var bækur eða klæði. Og ég ætla aðeins bara svona að segja ykkur hvað reflar ég held að sé ágætt í þessu samhengi, en það sem sagt, þetta forn útsaums aðferð, refilsaumur. Og það sem sagt áteiknað munstur á klæðið sem getur verið, hör eða lín eða eitthvað, léreft eða þá ull, og mér skilst einmitt að Elsa Guðjónsson, og ég ætla að sjá það í bókinni, að hún hafi sagt að það hefur verið að gera ótrúlega fín klæði úr íslensku ullinni, að það sem sagt teiknað og síðan saumurinn, þetta eru 2 áfangar, saumaði fyrst flatsaumur og síðan saumaði þræðið þvert yfir. Þið sjáu þetta þarna á myndinni, best ég notið fínu píluna. Hérna, þetta nú bæjarrefillinn, einn af þekktustu reflum sem eru til, og þarna einmitt ég var að tala þetta þarf ekki endilega að vera kirkjuleg klæði, það líka verið að framleiða veraldleg, má segja. Ég reyndar held að munurinn á veraldlegu og kirkjulegu hafi verið mjög lítill á kaþólskum tíma, og ég sé það fólk var mjög kaþólskt og trúað, og ekki síst höfðingjar, og þeim ég veist ofta einhvern veginn tala þá sem einhvern veginn svona sér utan við þetta kirkjulega batteri, en þeir voru aldeilis hluti af því. Þannig að það eru líka til eins og þetta bæjarrefillinn sem nú heimsfrægur, og já, en þetta svona kjarni. Þess vegna talað refla, það eru sem sagt klæðin sem eru með ísaumuðum myndum, oft sögum. Já, það þarna sem ég einmitt að velta fyrir mér, textil sem texti, og þetta nú þessi refill sem nú hérna á sýningunni, og ég hvet okkur til að kíkja á hann hérna ef þið hafið áhuga. Já, altarisklæði, en þetta með refilsaumi, það ekki? Já, ég held að sem ég skildist að vera þetta kalla refilsklæði ef að þið eru, ég var náttúrulega pínu áttavilt í þessu, ef að það refilsaumur í því, þá maður kalla það refil, ok, en þetta altarisklæði en með refilsaumi þá, en eins og ég segi, ég held að það sé einmitt mikilvægast í þessum fræðum, einmitt að þekkja þessa tækni til þess að skilja hana, og ég held að það sé kannski svona hlutir af því að það kannski vantar einhverja þekkingu, en þetta altarisklæði frá Svalbarða sem að ég, það ein mynd af, þetta saga Jóhannes apostula eða Jóns postula í þessu klæði, og myndin efst uppi til vinstri, það sem sagt í auglýsingunni og þetta frá Rómaför Jónasar, og þetta sem sagt saga hans
í þessu altarisklæði. Þannig að, já, þannig að ég kem nú aðeins á eftir. En ég var einmitt þarna, þetta svona kannski kjarni í því sem ég ætlaði að fjalla og ég hef nú engin svör við þessu, að ég einmitt þarna, með að velta fyrir mig hvers vegna hefur textílgerð svona fallið í skuggan. Handritagerðinni það því þetta kvenmannsverk og það eru allir fræðimenn sammála það. Þetta voru konur sem gerðu þetta og ég veit að það reyndar búið að leggja mikla áherslu á að reyna að finna konu sem að skrifaði, sem að var líka að vinna bókfell og ok, það bara fínt en það samt svolítið, mér finnst það ekki alveg rétt að vera alltaf að reyna að koma konum inn í eitthvað sem þá eins og karlmannsverk til þess að upphefja það, því þetta hægt að upphefja þetta bara af sjálfu sér eða taka meira tillit til þess. Og þetta nú, þekkið þið nú, þetta altarisklæði frá Hólum, þetta á frímerki, þannig að ég sé alveg það alveg fullt af ritum, fullt af rannsóknum til klæðin, en þau einhvern veginn svona í einhvern veginn bakgrunni og já, og það einmitt til fjölmargar rannsóknir á þess að verðskulda kannski, fá verðskuldað athygli, en ég held þetta líka snúi svolítið það að svona eftir síðaskiptina þá var beinlínis já, þá var stundum eyðilagður, kaþólskir gripir eða eitthvað sem myndi á þann tíma og Árni Magnússon til dæmis lagði og aðrir sem voru að safna handritum lagði með áherslu á að safna handritum á íslensku og svona kannski klæðin með kirkjumyndum voru kannski, kaþólskum kirkjumyndum voru ekki þar ofarlega á lista, þó að eitthvað virðist nú hafa komið þá. En það já, í þessum rannsóknum, það til töluvert margar rannsóknir á þessum altarisklæðum og reflum, en það samt sko, ég teki eftir ég fara að fara yfir þetta, að það ofboðslega mikil áhersla lögð á vaðmál í þessum rannsóknum sem svona gjaldmiðil, af því þá erum við komin inn í eitthvað svona hagkerfi sem virðist hafa verið, já, að það sé eitthvað, já, bara fínt að gera þannig rannsóknir en að það sé svona einhvern veginn, já, þá erum við komið svolítið inn í veröld karla má segja og og þessar nýjustu rannsóknir sem að fara fram síðustu ár og það hún Michelle Hoyer Smith, hún nú eitt stað þarna í nöfni, en ok, hún hefur verið að skoða þetta mikið og hún og samkvæmt henni til alveg ótrúlega margir textílbútar á safninu hér sem hafa ekki verið skoðaðir mikið, hún tala 6.000, já, en hún að skoða það ofboðslega og nær eingöngu út frá einmitt þessu verðgildi þeirra í álnum, af því að þetta var náttúrulega gjaldmiðlinn okkar og þangað til, já, Helgi Þorláksson talar 1350 sem segja 1300 sem að fellur í verði vaðmál og það gæti verið breytinga mitt vegna kirkjuna. Kirkjan að eflist ótrúlega mikið eftir sitt dagamálin, bara upp úr 1300 þá hún eiginlega það stjórnvaldi hérna í landinu og náttúrulega eftir að við fórum undir stjórn Noregs konung miðja 13. öld að það þessar stóru breytinga og kirkjan eiginlega nær öllum völdum hérna og það reyndar allir óbúslega kaþólskir, mér finnst alltaf einhvern veginn eins og það sé gerður greinamunur á þessu. En já, skreiðin tók við og sennilega út af föstunni að það náttúrulega langafastan 40 dagar allir Evrópubúar að borða fisk og það verður hérna náttúrulega stríð fiskinn, skreiðin tók svo við en þessar rannsóknir sem hafa verið gerðar að það einmitt þetta, það allir sammála að þessi framleiðsla vaðmáls verið talin og virðist vera verk kvenna og náttúrulega einstaka karlmenn kannski í því líka og hafa tekið þátt í framleiðsluferlinu eins og við talum með bæjareyfilinn en að það svona almennt talið einhvern veginn að þessi framleiðsla fari fram á bæjunum sjálfum, þá náttúrulega fundist alveg ótrúlega margir snældusnúðar sem nú eiginlega bara merkilegasta tæki sem að hefur verið til. Við finnst mér einfalt og merkilegt en það náttúrulega tæki sem að
Ullin var unnin með að spinna þráð og það er meðal annars með þessum snældusnúðum og það er náttúrulega finnast á öllum bæjarstæðum og það er greinilega verið að vinna vaðmál á öllum eða klæði á öllum bæjum, það er alveg greinilegt held ég og ég átti nú bara þessa mynd sjálfa því að þetta er einn af þeim sem ég hef fundið og hann er hérna frá nágrannabæ Þingeraklustus en svo hefur líka verið skoðað svolítið með þetta fjárstofnar og þá hefur hort svolítið mikið í búalög það hvað máttu vera marga kýr á móti ám, það sem 12 kýr á móti 80 ám í seljum og en svona kannski ekki nógu mikið tekið til klaustran og hvernig þau falla inn í þessa mynd að þetta er sem sagt fyrir meðalbú og þannig að það er verið að horfa á svona verðgildið og með þetta og kindurnar og allt þetta eins og ég var að gera þarna og ég tók nú eftir í riti Helga Þorlákssonar sem er nú eiginlega svona stærsta rit okkar vaðmál að hann tekur eftir þessu gríðarlega stóra fjárstofni í Kirkjubæjarklaustri en svona kannski fjallar ekki alveg það en það er hann náttúrulega að hugsa meira verðgildið í vaðmálinu frekar heldurinn vaðmál sjálft. Já, ég ætla líka að benda á það er ýmislegt í þessu sem væri fróðlegt að skoða betur og það er til dæmis hérna norsk kona sem hefur verið að skoða þetta dýrabeinafræðilegar rannsóknir hér á landi sem sýna svona 70-80% sauðfjár á íslensku, þetta út frá dýrabeinum, sem sagt sauðfjárbeinum að bæjum var fullorðið og það ávist að vera betri ull af þeim, þetta þekki því sem að kunnið að vinna með svona efni og svo er eitt þarna, það er svo oft einhvern veginn talað að þetta sé sennilega höklarnir margir hverjir innfluttir, það eru einhverjir höklar innfluttir og það er greinlegt að þeir voru notað sem gjafir og líka altarisklæðin og kirkjuklæðin hvers konar eins og aðri gripir þegar var eitthvað að gerast að þá voru færðu biskupar hvor öðrum fínar gjafir og þarna er nú mynd af hökli sem að Messu Hökull sem að Jón Arason á að hafa flutt inn og þannig er þetta með nokkra og ég tók eftir að Michelle Hayes Smith talar mjög mikið þetta og það er til heimildir eitthvað svona gjafir en svona ég held að megni hafi verið búið til hér að þetta sé innlend og það væri mjög fróðlegt að gera frekari rannsóknir á þessu og við erum með þetta að fara af stað með þarna sérstakar rannsókn á þessu öllu og það er þetta kanna náttúrulega uppruna efnis í ýmsu og það er í þessu eru líka dýrabeina rannsóknir en textílrannsóknir líka og ég var svo heppin að það er doktorsnemi sem ætlar að taka þetta að hún er ekki bara gripafræðingur heldur að hún er með próf úr hússtjórnarskólanum hér og hefur unni á heimilissinnafélaginu í fjöldamörg ár og hefur þetta sem ég held að þurfi til þess að geta að skoða þetta. En mér langar að velta þá líka fyrir mér hér þetta með rannsóknir á ökrum og rækt, það er verið að tala þá er verið að spá í hvort það var verið að brugga bjór eða hvort það var að brúti brauð og ýmislegt en ég er að velta fyrir mér hvort að eitthvað þessum ökrum, Akranes og allt þetta geti tengst bara línökrum, bleikir akrar og eitthvað svona, hvort að það með ekki koma því þar fyrir líka og þetta er svona eitt af því sem ég til að mynda hafi vantað í þessu samhengi er einmitt þetta að þið sjáu bara hvað gríðarlega mikið til að textílum og gríðarlega framleiðsla að efnið í þetta en ég er nú líka vissum að eitthvað var nú bara innflutt en það sem ég verið að reka augun í silki sem er sannlega flauir, hörlérefti, hvítlérefti, ull og hörþræðir, málgað, brons, silfur, gull og við fundum nú kupl í einni gröf á Skriðuklaustri, skósíðan kupl og sem var ofinn með bronsþráðum og hann hafði nú varðveist þess vegna. Síðan þessi litunarefni, það er að kanna uppruna á þessu öllu. Það væri mjög fróðlegt að gera það og við teljum þetta í Skriðuklaustri að við höfum fundið eitt svona líndúk og það hefur ekki verið skoðað en það þarf að gera það frekar.
Nú aftur að altarisklæðinu frá Svalbarði, að þetta einmitt þarna, já, ég ætla að tala þetta, það einmitt, ég sé líka að það hefur alveg verið gerðar rannsóknir á þessum klæðum, en það sem ég að tala ég finnst bara þetta einhvern veginn vera skörlæra og þetta nú mjög góð rannsókn Gísla Gestssonar og grein sem að birti í Árbók Fornleifafélagsins 1963 þetta klæði og þá myndefnið á því. Og síðan það Selma Jónsdóttir, listfræðingur, sem að rekur þetta klæði og 5 önnur, ég veit, já, til Reynistaðaklausturs og mér finnst þetta ofboðslega sannfærandi hvernig hún gerir þetta. Hún fer yfir til dæmis greiðslur til klaustursins og það greinilega verið að greiða fyrir þessi tjöld, fyrir þessi klæði, altarisklæði sem til þessi frá Syðri-Ökrum, Draflastöðum í Eyjafirði og Höfða í Höfðahverfi, Grenjaðarstað og Reykjahlíð og en mér finnst oft einhvern veginn heyrt eins og þetta sé ekki alveg að marka þessar rannsókn en ég samfærist algjörlega því að þetta hafi verið framleitt þarna og út frá þessum rökum sem að Selma setur fram. En mér finnst þetta verið svona eitt af því sem hefur svolítið verið talað niður en það svolítið tengt klaustrunum að þau séu svona einhvern veginn fámenn og oft bara talað munkaklaustrin. Nunnuklaustrin eru kannski ekki bara nefnd í ritum klaustur og það alveg merkilegt af hverju það og svo oft líka einhvern veginn þar sem fjallað nunnuklaustrinu þá hefur það verið svona eins konar eitthvað kópía af munkaklaustrunum og ég veit ekki hvað svona einhverju mínu útgáfa og einhverja konur þarna að vinna. Og svo þegar ég var að skoða þetta, ég hafði heyrt það og að eitt af þessum klæðum, klæðið frá Grenjaðarstað, væri til sýnis í Louvre-safni í París og þetta vita kannski einhverjir og það var nú bara kollegi minn sem sagðist að fara að sé það þar. Og ég hef farið í Louvre en ég vissi ekkert af þessu þá og sem ég finnst óbóðslega merkilegt og ég fór líka að skoða þetta nánar og hérna nú mynd sem ég stal örugglega á netinu en hún ég finn þá hver það sem uppgötar þetta og ég fer að rekja þetta svona aftur þetta virðist að vera vitað og eitthvað svona, mér finnst þetta óbóðslega merkilegt að þetta skuli hanga þar og þetta listaverk og þetta sem sagt saga heilags Marteins sem var nú verndardýrlingur Grenjaðarstaðakirkju og það nú þannig að kirkjur og kirkjulegu stofnanir það voru verndardýrlingar einhver ákveðin sem var fyrir allar þessar stofnanir og ég held ég hafi alveg rétt með það þurfti að eiga sem sagt einhverja mynd annað líkneski eða eitthvað með sínum verndardýrlingi á. En ég uppgötta það þá bara í einhverju Google að það kona sem heitir Gerti Vandel, þýsk kona sem að uppgötar þetta og að tjaldið sé altarisklæðið sé þarna í Louvre og hún hafi verið að skoða altarisklæði í Evrópu og hún uppgötar þetta og birtir grein þetta í dönsku riti 1940 minnum með 41 og það síðan 10 árum síðar sem þýdd útgáfa þessari grein birt í kvennablaði hér, Melkorka blað sem þetta var svona prjónablað, handavinnublað, kvennablað ég þekki þetta blað ekki alveg en mér sagt að þetta var mjög merkilegt rit Auður Laxness kom að þessu meðal annars og einhverju fleiri og þetta þekki örugglega margirinn í salnum en það hafi verið talað ofsalega niður og mér finnst merkilegt að það þessi grein birt í þessu prjónablaði frekar heldur en að birta þetta í Árbók Fornleifafélagsins til dæmis eða einhverju öðru riti líka, ég ætla ekki að gera lítið úr þessu riti Melkorku en þetta einmitt svona kannski birtingarmynd á þessu og ég tek eftir því að það einmitt konur eins og Selma og fleiri miðja síðustu öld sem að gera þessar merkilegu rannsóknir á klæðunum
Og þetta einmitt svolítil kvennasaga í þessu. Þetta svona, hvað við segja, þetta önnur kynslóð feminista og Anna Sigurðardóttir til dæmis. Ég held hún hafi verið sagnfræðingur, skrifaði heilt rit bæði nunnuklaustrin sem einmitt akkurat svona hefðbundin útgáfa á þessum tíma. Það verið að lyfta fram konum með öllum mögulegum ráðum, en það koma svona einhvern veginn ekki upp þetta, það er nú talað glerþak og allt það einhvern veginn nær ekkert alveg í gegn. Og við þekkjum náttúrulega kannski mörg hér Ólafíu Einarsdóttur sem var fyrsti Íslendingur til að ljúka prófgráfi í fornleifafræði 1948 minnir mig, en hún einhvern veginn svona kemst ekkert inn í áfram með það hér og hún flytur á landi brott á endanum. En þannig að mér finnst þetta vera svolítið svona þessi partur af svona kvennasögu og mikil áhersla lögð kannski á efnahag í þessu sambandi og en það fullt af rannsóknum til og ofboðslega merkilegum rannsóknum á textílum. Og ég ætla nú að taka hérna fram uppáhaldsklæðið mitt. Þetta merkt henni Sólveigu Hrafnsdóttur, Abbadís í Reynistaðaklaustri. Hún var nú, ég finnst ég hafa verið með hana heima í stofu hjá mér lengi, en ekki klæðið heldur Sólveigu við hliðina á mér. Hún er nú systir Brands Hrafnssonar, príors í Skriðuklaustri sem ég var nú líka lengi með hugan við og en ég ætla nú ekki að segja neitt meira þetta klæði, en þá örugglega eftir að poppa upp fljótlega vonandi í áframhaldandi rannsóknum. Ég bara hreinlega ekki leyfi til að tala það mál núna, en mér langar líka bara að vekja athygli á Sólveigu af því að nafnið hennar þarna, þetta altarisklæði frá Skarðströnd, en hún var svona til þess að benda á að það einhvern veginn talað ofta að það sé svona eldra fólk, það nú yfir talað kalla sem að fara í nunnuklaustur til eða efri árum og eitthvað svona og gerast munkar og nunnur. En þetta var atvinnumennska. Hún gengur í klaustrið sem bara almenn nunna 1493. Hún þar virðist vera til dauðadags 1563. Hún þar í meira en 70 ár og hún abbadís í meira en hálfa öld yfir þessu klaustri. Og þessum stærstu kvennastofnunum sem hafa verið til fyrr og síðar hér á landinu og ég held að til dæmis þegar þær hurfu á sjónasviðinu þá hverfu líka þessi fræðilega þekking á klæðagerð og það virðist allavega, og það náttúrulega siðaskiptin urðu ekki bara hér, heldur líka í nágrannalöndunum og þannig að það geti verið hlutin af þessu. En þetta nú síðasta glæra mín, undir fyrir ég nú vera búið með tíman og ég ætla að spyrja ykkur, ég ætlaði nú bara ganni, þetta nú líka eitt af flottustu klæðunum sem held ég eitt af þeim eldri altarisklæði frá Ölfusi, en ég var eitthvað að reyna að kíkja, en ég ætla bara að láta aðra að skoða þetta betur, hvað mörg klæði í landinu og altarisklæði. Þetta var svona það sem að ég finn á sarpi á landinu, en síðan í Kaupmannahöfn mikið, en það mætti taka miklu meira saman þetta og hvernig þau gerð hvar og þess háttar. Takk fyrir mig. Frábært. Ertu til í að fara 2 glærur tilbaka á Sólveigu Hrafnsdóttur? Bara benda ykkur á að þetta klæði á grunnsýningu Þjóðminjasafnsins, svolítið falið inn á bakvið, inn í svona klefa, þannig að ef þið farið upp þá getið þið skoða það. Það í næst fremsta hólfinu á annarri hæð. En kærar þakkir fyrir Steinunn og ég með þennan hljóðnema. Af því að við erum í streymi, þá ætla ég að biðja ykkur ef þið eru með spurningar að ég komi með hljóðnemann til ykkar svo að gestir sem að heima eru eða annar staðar geti fengið að heyra spurninguna líka. Einhverjar athugasemdir? Ég ætla aðeins að bæta við í sambandi við þetta. Ég hef nú séð svolítið fjallað þetta og vonandi verið gert meira af því. Það hefur stundum verið talað svona eitthvað, það sé næft og ég hef aldrei heyrt talað svona handrit að það sé eitthvað næft og eitthvað svona í því. Ég sé ekki það, hvort það einmitt að þetta gert af konum. Ég veit það ekki, ég bara elda þessu fyrir mér. Já, hér sé ég hönd á lofti.
Já, ég heiti Steinunn Jóhannesdóttir og ég ætla að byrja því að þakka nöfnum minni fyrir enn einn stórkostlegan fyrirlesturinn og það alltaf eitthvað merkilegt. Hún hefur aldrei mátt stinga skóflu í jörð öðruvísi heldur en eitthvað merkilegt kæmi upp og mér finnst þetta alveg rosalega skemmtilegt að hún skuli taka fram þessa sögu textílanna og benda okkur á enn á ný á gildið þeirra og taka þar með við af þessum konum sem hófu þetta á miðri síðustu öld, semst Auði og Selmu og ýmsum. Mér langar bara til þess að spyrja Steinunni hvort að hún viti eða þekki listakonu sem að bjó á Grenjaðarstað, Þorgerður Sigurðardóttir heitir hún og hún varð einmitt mjög inspireruð af þessu klæði sem að geymt á Louvre og gerði mörg myndverk sem að byggðu á því. Það var hennar sem sagt stóra inspirasjón. Ég held hún hafi verið á mínum aldri, hún dáin fyrir löngu, hún Þorgerður Sigurðardóttir. En kannastu við, hún sem sagt var alveg heilluð af þessu klæði og þessum sögu, þessa verndar dýrlings, Martins sögu og gerði sem sagt mjög merkar. Ég sá sýningun hennar í Hafnarfirði fyrir þá margt löngu. En þekkiði verk Þorgerðar og það sem hún hefur tengt þá við þetta Martinsklæði. Takk fyrir Steinunn, nafna mín. Nei, ég vissi ekki af henni og ég held að það einmitt komið svolítið óvart hvað einmitt mikið til af alls konar svona sem hefur ekki einhvern veginn komið upp á yfirborðið almennilega og ég ekki hissa hún hafi heillast af þessu og þessu verki, þessu listaverki. Það oft talaði að sé engin list á miðöldum, ég algjörlega ósammála því. En já, þannig að bara takk fyrir ábendinguna og koma hennar nafni á framfæri líka. Já, Þórunn heiti ég og takk fyrir áhugaverðan fyrirlestur. Það kom í upptalningunum fremst, þá varst að telja upp hökla og alls konar dalmatík. Já, ég veit ekki hvað það er. Ég búin að vera að googla þetta því að þetta alls konar kantarakápur og dalmatíkur. Þetta eitt af þessum skikkjum sem það kannski einhver annar hérna í svalinum sem að getur svarað sem að býður sig fram. Já, en þetta sem sagt að Hvað sér? Jú, þetta slá, einmitt slá, þetta svona utan yfir höklana, það bæði dalmatíkurnar og kantarakápur, það var nú eitt annað heiti sem að ég var einmitt að velta fyrir mér, já, sem að margir var velta fyrir sig hvað eiginlega sé, en það vita hvað dalmatíka og sloppar, þetta svona, já, slá rétta orðið á íslensku, takk fyrir. Það spurning hérna aftast. Já, komið sæl, ég heiti Lilja Árnadóttir, vann lengi hérna í þessu safni, þekki nú þokkalega safnkostinn, en hefur lagt af vinnu mína en vinn nú að útgáfu bókar Elsu Guðjónsson og það náttúrulega alveg, ég sit við frá mótni til kvölds að fara yfir heimildir og teikningar og tilvísanir og myndir og ef að hérna allt gengur sem horfir að þá þessi bók að koma út seinna í ár, hún verður eitthvað á 300 blaðsíður með 244 myndum og þannig að ég hef náð nokkur yfirsýn yfir þessi íslensku refilsaumu altarsklæði sem að öll björguðust nú fyrir það að þeim var komið fyrir í kirkjum þótt að siðbreytingin hefði átt sér stað. Grenjaðarstaðaklæðið hafði Pól Gemar með sér og birti af því myndir, það voru teknar af því myndir í því riti á sínum tíma þannig að það hefur lengi verið kunnugt. Það lenti svo í Musée de Cluny og var svo sett í Louvre, ég held ég hafi séð það þar 1992. Það var búið að gera við það og það voru tekin úr því sýni og það hefur verið kolefnisgreint. Í Kaupmannahöfn eru 3 mjög merkileg, eitt í Hollandi og svo restin hér á Íslandi. Þannig að hérna vonandi verður hægt að efna til sýningar hérna í safninu á þessum klæðum sem eru þó erlendis. Þau voru hér öll saman komin síðast 1974, þannig þeir sem eru komnir sæmilega til vits og ára ættu að geta séð þau bara hér á Kjarvalsstöðum. Þegar kirkjan, eða það var haldið upp á hérna landnámsafmælið 1974.
þá var ekki svona mikið vesen að flytja hlutin á milli landa, þá var bara drifið sem strangan á milli og þeim stilt út á nýjum sýningastað og svo fara með það tilbaka. Þetta mjög spennandi hjá þér hérna, Steinunn. Ég hins vegar töluvert svona skeptísk eftir að hafa lesið yfir þetta sem ég hef verið að gera á að það hafi verið mikið framleitt hér af þessum Opus Anglicanum verkum eins og allir hérna langflestir hökulkrossar eru. Ég dreg það mjög efa en fagnaði auðvitað að vera hægt að finna einhver merki það. Ég veit ekki neinn íslenskan fornan hökul varðveittan. Elsti refilsaumur á hökli sem ég þekki er frá 1677 og það verður fjallað hann í þessari bók sem yngsta hlutnum refilsaum. En hérna, þannig það náttúrulega heilmikið þetta byrt og Elsa skrifaði greinar hér og þar þetta og byrti og hélt fyrirlestra út öll lönd. Þannig það er heilmikið hægt að finna þetta og það síðasta sem við gerðum saman var sem sagt að fá kolefnisgreiningar á þráðum, bæði úr þræði og úr undirefnunum og þetta bara þið verður bara að bíða eftir að sjá niðurstöðurnar en þær eru kannski ekki alveg nógu heppilegar fyrir tímasetningar fyrri tíma því þetta yngist allt svakalega í heimildavinnu og samanburði. Takk. Já, kæra þakki fyrir þetta Lilja, þetta nú afskaplega ánægileg tíðindi að bók Elsu sé að koma út, ég veit búið að taka langan tíma og ég bara vona svo innilega einmitt að þessi verði einmitt gerð góð skil og hérna, já, og helst sett upp sýningu og þannig að þetta fari að fá verðskulda athygli og ég veit að ég hef notað þetta sem að Elsa hefur gert talsvert í mínum rannsóknum en það getur vel verið að það hafi verið fluttir inn allir þessar höklar í Kirkjubæjarklaustur og þessa staði. Við vitum það ekki vegna þess að það er greinlegt að það er ótrúlega mikið af höklum eða bara á kirkjuklæðum almennt sem hafa glatast. Miðað við þessar tölur og það verður einmitt fróðlegt að það stendur til einmitt að taka saman einmitt fjöldan af tjöldum í kirkjum til dæmis í þessu verkefni sem við erum að fara að byrja og þá er byggt á fornbréfasafninu að sjá hversu mikið magn þetta er og einmitt þetta hversu mikið hefur þá glatast miðað við það sem hefur verið til. Þannig að og það verður náttúrulega frábært ef að verður hægt að vitna í Elsu og þessar nýju niðurstöður á kolefnisaldurgreiningum en við vitum reyndar að kolefnisaldurgreiningar eru ekki því miður ekki mjög áreiðanlegar og hérna já, sína oft of háan og of lágan aldur og þess áttar en það er svo margar aðrar aðferðir til núna að greina uppruna en ég er alveg viss að eitthvað var nú flutt inn hérna og í þessari vinnu minni núna við útbúna fyrirlestur og eins og það við heyrt að þá hef ég ekki mikið vita á textílum sjálf en að eftir að ég svona fór að gefa þeim gaum að þá finnst mér bara að sjá textíla allstaðar og rannsóknir allstað ég opna einhverja bók, ég var einmitt að fletta árbók fornleifafélagsins frá 1965 að ég var að leta grein fyrir nemanda minn og það einmitt rekst ég á það að það hefur verið gerð rannsókn á klæðum úr þeim kumlum fyrir austan úr Breiðdal og frá Jökuldal og það kemur í ljós í þessar rannsókn að þetta eru persnesk klæði unnin úr móher og þetta er sennilega bara söluvarningur sem að þessi klæði eins og víkingöld það er búið stúdera perlur og allt þetta sem er að finnast í kumlunum en ég man einhvern veginn þetta verið, já þar eru til dæmis perlur frá allstaðar af Miðjarðarhafinu og hérna verið að kaupa alls konar varning á víkingöld á þessum mörkuðum og sennilega hafi þessi persnesku klæði verið þar líka. Ég trúi alveg þessari rannsóknum mjög ítaleg. Fyrst þá einmitt að giska á þetta eftirlíking af persnesku klæði. Nei, en síðan smásjárrannsókn leiðir annað í ljós. Og þess vegna segi ég eins og þetta, það verður fróðlegt að vita hvað er verið að nota í þessum klæðum, hvaða liti og það var einmitt blátt klæði eins og hérna í bláklæddu konunni sem að sýning var sett upp hérna ef þið munið eftir henni. Og hérna með þetta með akrana og allt þetta og það meiri segja nú er ég orðin svo upptekin að þessu að ég er búin að kaupa mér hörfræ og er fara að rækta lín. Það líst mér vel á. Það er spurning hérna, Steinunn. Já,
takk, Margrét heiti ég og það ekki spurning, það nokkur athugasemdir. Já. Kæra þakkir fyrir svo skemmtilegan fyrirlestur og fyrir það góðar fréttir að bók Elsa sé að koma. Sko, ég hef bara nokkur athugasemdir fornbréfasafnið og fyrst að þessi steintjald sem þú varst að tala þetta byggilega tjald með í litum. Já, litatjald. Eins og steindi gluggi til dæmis. Já, nákvæmlega. Hitt að maður á að passa að það á að passa sig á tímasetningum sem eru gefnar að því að þeir sem gáfu út fornbréfasafnið settu oftast þessi eldri tímasetningar eru oft tíma þar sem kirkjan var vígð eða eitthvað svoleiðis og innihaldið getur alveg verið frá miklu seinum tíma og ég skal bara senda þér upplýsing, ég að vinna í þessu sjálf núna skal senda þér upplýsingarnar þetta en þriðja að í svona seinna tímamáldögum þá stendur stundum nákvæmlega að ákveðin hlutur sé útlensk og ef svo þá hlýtur það að þýða að hitt sé innlensk. Það rosalega góður punktur hjá þér. Bara kærar þakkir fyrir þessar... Og stundum stendur frá hvaða landi það kemur og það minnir mig eitthvað svona útsaum frá Köln, frá Cologne og svona hitt og annað og ég með svona smá lista af þessu sem ég tók saman sem ég skal líka senda þér. Já, bara frábært, kæra þakkir. Ég alveg vissum að það alveg óbóðslega margt þetta að fá úr fornbréfasafni og ég vissi mitt af þessu aðeins þetta með að tímasetningarnar eru ekki alltaf réttar og það verður fróðlegt að sjá út niðurstöðuna hjá þér og mér finnst þetta nú bara ánægileg tíðindi. Ég einmitt að kannski hefur Kirkjubæjarklaustur verið stofnað þegar þessi elstu máldagar gerðar við kirkjurnar sem ég taldi upp að þau eru tjöldu, kannski voru búin til þar en það þarf að skoða þetta mikið betur og það frábært ef að þú ert að taka þátt í því Margrét og bara kæra þakkir ef þú vilt miðla eitthvað af þessu til okkar. Já, takk. Það kannski tími fyrir eina spurningu eða athugasemd í viðbót ef einhver vill. Já, Steinunn aftur, gjör svo vel. Fyrirgefðu, ég ætla ekki að vera of frek en í sambandi við þetta það sem keypt erlendis að þá held ég að það var skilt kantarakápu Jóns Arasonar sem nýlega, sem var alveg gríðarlega flott og það getur maður að segja því það nýlega búið að búa til kópíu af henni. Mér skilst að hún hafi verið keypt í Englandi á sín tíma, gæti verið. Var ekki Þýskalandi? Lilja veit þá veit Lilja það, en semst endurgerðin var gerð af íslensku konu held ég sem að býr í Englandi, en Lilja leiðréttir mig. Þetta ekki kantarakápan en ég með text. Jú, það köttu kantarakápan, þessi gríðarlega stóra og þykka, en þetta ekki kantarakápan. Þetta hökullin, en ég nefnir hérna 2 dalmatíkur og rósa flaueli og kantarakápu og flauel. Já, ok, ég held ég hefði, norður þýskur og flæmskur hérna. Ég bara myndi eftir ég hefði tekið þetta einhvers staðar. Það mitt fjallað endurgerðin af kantarakápunni í Hugur og hönd núna nýjasta tölblaði. Semst endurgerðin, já. Ein í viðbót hérna aftast. Við erum svo spennt, við viljum ekki hætta. Já, góðan dag, ég heiti Sigrún Hrólfsdóttir og takk fyrir frábæran fyrirlestur. Mér finnst þetta mjög áhugavert þetta með sem að Sigríður Þorgeirsdóttir segir með textíll, þessi texti, þetta var sama orðið einhvern veginn og mega mikið sens, en ég segi líka bara, þetta ekki bara fyrst og fremst myndlist? Og mér finnst mjög spennandi að sjá þetta með Selmu Jónsdóttur og ég ætla bara að fara beint að lesa þá grein. Ég kem sem sagt úr myndlist og það mitt fag, þannig að ég vildi bara svona aðeins spóla tilbaka með þetta að þetta ekki texti, þetta myndlist. Já, ég get alveg tekið undir það og en þetta samt verið að segja sögu og þetta úr latínu, skildist mér þetta. Já, það sem, já. En mér finnst þetta absolutt vera einmitt myndlist, mér finnst þetta vera list og mikil listverk og það
Já, ákveðin hönnun í þessu, þetta er ekki bara tekið upp, þetta er oft eins og margar dýlingasögurnar sem verður þýddar á íslensku, þær eru bara þýddar beint úr ritum á latínu sem á hollensku og stundum staðfærð aðeins, en þarna er einmitt virðist vera einmitt búin til sagan bara eins og altarisklæðinu frá Svalbarða. Mér skilst þá Gísla Gessinni að það sé sem sagt svona bara, þetta sé náttúrulega samið eða þannig ákveð hvaða myndverka eiga að koma inn í þessa sögu og hvaða við fara á tjaldið. Þannig að það er mikil hugvitsvinna sem liggur hérna bakvið, alveg augljóslega. Já, og það er náttúrulega ekkert allir læsir á þessum tíma. Þetta eru orðnar svo háflegar umræður, ég held ég verði að geta ekki annað en að lokið þessu hérna með því að segja að íslensku refilsömu altarisklæðin, þau eru samsvarinir við málaðar fyrirbríkur í Englandi og í Suðri Evrópu. Þannig að þetta eru sem sagt listaverk og heimsmælikvarða sem engar aðrar þjóðir eiga. Takk. Já, þetta er einmitt þannig, þessar fyrirmyndir eru til dæmis tekið úr teiknibókinni sem var til á Þingaraklaustri, því það var staðla hvernig og áttir að birta hverja mannesku, en það er samt, já, ég myndi alveg taka undir það að þetta er náttúrulega myndverk á heimsmælikvarða. Ég held að við bara klárum þetta. Kærar þakkir fyrir komuna öll sem öll og ég minni á og takk fyrir Steinun og ég minni á sýninguna sem er unnin út frá rannsóknin hennar Steinunar af klaustrunum. Hún er upp í horni ef þið viljið og þið náttúrulega eru með aðgang að safninu, þið sem að komið hingað á fyrirlesturinn, því að miðinn gildir líka inn á sýninguna. Þannig að gjörið svo vel og ef þið hafið tíma til. Takk fyrir komuna.